Komið sæl og velkomin í þetta vefvarp Origo BigFix-lausnina. Ég heiti Bergsteinn og ég ætla aðeins að fara yfir það með okkur hvað BigFix og hvernig hún geti verið nytsamleg fyrir ykkur. En við byrjum þá bara á klærukynningunni. Svona. Já, BigFix sem sagt það sem kallast endpoint management lausn, gerir ansi margt og ef við förum bara aðeins yfir það hvað við ætlum að tala í dag og förum við bara smá svona bakgrunn á mér hver ég og förum við sögu BigFix og hvað þessi lausn og svo kemur svona smá spurning af hverju BigFix í öryggisfélagstri, förum aðeins betur yfir það. Svo tölum við okkar reynslu hjá Origo og drögum síðan saman í lokin. Endilega ef þið eru með spurningar að komið bara með þær inn í kommentakerfið á þeim miðli sem þið eru að horfa á. En þá bara ekkert eftir neinu að bíða. Og hver ég? Ég heiti sérst Bergsteinn Karlsson. Ég 34 ára, hópstjóri yfir öryggislausnum hjá Origo. Við erum 8 manna teymi sérfræðinga, flottur hópur sem meðal annars sér að innleiða og hafa umsjón með BigFix lausninni ásamt mörgu öðru. Ég mikill áhugamaður öryggismál og minn bakgrunnur þaðan kemur úr lögreglunni, þar sem ég var bæði við almenna löggæslu og lögreglurannsóknir og fór síðan í HR í tölvunarfræði og þar kynntist ég Syndis, þar sem ég var bæði öryggissérfræðingur og hópstjóri 30 ára skeið og ásamt því ég líka handlaginn heimilisfræðir og algjör forfallinn tónlistar og tölvunörd. En ef við svona ræðum aðeins BigFix lausnina. BigFix verður til 1997 og svona ef maður spólar hratt fram í tímann, í raun og veru keypt af IBM 2010. IBM síðan í samstarfi við HCL Group vinnur sem kom að í raun og veru samstarfi við lausnina. HCL Group síðan bara leist svo vel á lausnina að árið 2019 þá klárast kaup HCL á BigFix. Þetta kannski vakti upp spurningamerki fyrir þá sem að þjónusta og nota lausnina hvort að hún yrði týnd og tröllum gefin hjá þessum nýja eiganda en svo bara alls ekki raunin. Svo ekki raunin, segi ég. Þeir hafa bara það sem að kalla double down og eru bara að setja ennþá meiri fókus og kraft í þessa lausn sem mikið ánægjuefni fyrir okkur hjá Origo sem erum formlegur partner HCL og já, höfum verið að nota lausnina og ætlum okkur stóra hluti með hana. En hvað BigFix? Ef við förum yfir það. BigFix eins og ég sagði áður, svona endpoint management lausn sem með auðvitað hætti hjálpa manni að ná yfir þau kerfi sem út með í umhverfinu, útstöðvar, vefþjóna og aðra vélar, aðra hósta. Hún mjög fjölbreytt og getur virkar jafnt á Windows-vélar sem og Linux og macOS ásamt öðrum third-party lausnum. BigFix mjög skalanleg lausn og þú getur verið með einn management server sem að sjá fleiri þúsundir, ef ekki eða 100.000 endapunkta og hefur í raun og veru marga nokkra mismunandi kerfismódjúla sem ég útskýrist betur seinna og hjálpa til við að í raun og veru einfalda rekstur með því að fækka þeim lausnum sem þú ert að nota í rekstri og safna þeim öllum saman undir einn hatt sem BigFix.
En svo spurningin, af hverju ég hópstjóri öryggislausna og öryggissérfræðingur að tala Big Fix, endpoint management lausn? Það alveg valid spurning. Þá förum við yfir svolítið sem ég kýs að kalla höfrungarhlaupið. En tölvuárásir og tölvuinnbrot vegna þekktra veikleika gríðarlega algeng. Það alveg full vinna að fylgjast með þessu og koma nýir veikleikar fram á hverjum einasta degi. Þannig að tapa yfirsýn yfir þessu bara mjög skiljanlegt. Maður þarf eiginlega bara að vera í fullri vinnu að fylgjast með því hvaða veikleikar eru að koma upp ef maður ætlar að halda í við þá þróun. Og þar vill ég meina og margir eru sammála því að markviss og skipuleg plástrun, það sést patching og uppfærslur á útstöðum ein bara langbesta forrit sem hægt að ráðast í. Og það svona að maður fer í þessa róta greiningu á því hvað í raun og veru mögulegir veikleikar í umhverfum fyrirtækja. Þá það oft raunin að það ekki staðið nógu vel að plástrun og uppfærslum á útstöðum eða bara endapunktum. Og oft ekkert rétta lausnin þó að sé alveg gott og blessað að vera með öfluga eldveggi og öfluga vírusvarnir, þá það ekkert endilega besta fyrsta skref. Það að byggja á góðum grunni og vera með þessi patching og uppfærslumál í föstum skorðum. Og ég þarf nú ekkert að eyða orðum í það hversu mikið í húfi, en það náttúrulega getur bara verið allur rekstur eða orðspor fyrirtækis ef fyrirtæki lendir í slæmu innbroti eða gagnalega. Þannig að það alveg mikilvægt. Endpoint management, eins og ég segi, þetta virkilega krefjandi verkefni og eins og ég sjái á þessari súpu þarna að þetta bara dæmi umhverfi sem gæti verið hjá bara mörgum fyrirtækjum á Íslandi og allan heim. Þú ert með mismunandi stýrikerfi, mismunandi hugbúnað sem þú ert að þjónusta og viðhalda. Þannig að með því að fækka þeim tólum sem þú ert með til þess að hafa umsjón með þessum rekstri og einfalda þá ertu í raun og veru að hagræða líka í leiðinni. Þannig að við sjáum Big Fix sem bara af eigin reynslu líka. Vitum að Big Fix virkar í þessu samhengi og erum mjög spenntir fyrir í raun og veru þeirri þróun. Við förum aðeins yfir kerfishlutana á Big Fix, eða módjúlana sem lausnin býður upp á. Þá skiptist hún í 4 hluta, sem fyrsti hlutin patching, sem þá, eins og ég segi, þessi plástrun og uppfærslur á útstöðum remotely. Og það eins og ég sagði áðan, það gengur jafnt fyrir Windows, Linux og macOS. Það í raun og veru einn stærsti kosturinn sem við sjáum við Big Fix, hversu í raun og veru fjölbreytt lausnin og Lifecycle sem annar mjög spennandi punktur og góð punktur þarna hvernig þú stýrir uppsendingu á útstöðum og þjónum. Í staðan fyrir að vera á gamla mótan að setja upp kannski 100 útstöðar með USB-lykli, með fullri vinningu, þá hægt að einfalda það gríðarlega og þá bara gefa tíma í önnur og mikilvægari mál. Þú getur bara sett upp útstöð í gegnum Big Fix á 3 sekúndum bara og fengið kaffi á meðan. Það sem annað sem mikilvægt að nefna í þessu samhengi að þú getur búið til ákveðna prófíla fyrir frá skýrgreinit ról innan fyrirtækisins. Þú kannski með mismunandi rekstur milli deilda og misjafnar þarfir hjá einstaklingum. Þannig að þú getur raunverulega skilgreint með einföldum hætti hvaða software eða hvað hugbúnaður á að fara inn á vélina og hvaða réttindi í raun og veru á að skilgreina líka, eða aðalega með hugbúnaði. Og svo líka yfirtaka á vélum sem náttúrulega kemur í staðinn fyrir ansi fjölbreytt úrval af hugbúnaði sem í notkun víðsvegar heim í þessum efnum. Remote control software sem meðal annars eins og
TeamViewer eða LogMeIn eða já, hvað svo sem er verið að nota. Þar kemur BigFix líka inn og getur í raun og veru eitt út í raun og veru einfaldað þetta sem komum frá mér. En svo það compliance módjúlinn sem þá ef að fyrirtæki eða reksturinn þarf að gæta einhvers konar hlýtingarreglum eins og PCI-reglum eða þú bara sem rekstraraðili vilt að fylgt sé einhvers konar best practice reglum að þá getur skilgreint það í compliance hlutunum og sé hvort þú sért að gangast við þeim hlýtingum eða ekki. Þetta náttúrulega eykur bara algjörlega öryggi í viðkomandi umhverfi. En svo það annar mikilvægur punktur sem inventory hlutin. Það að hafa yfirsýn yfir það sem keyrandi í þínu umhverfi, það fyrstulega alls ekkert sjálfgefið og tala ekki ef að þú ert með rekstur sem hefur kannski svona, hvað maður að segja, ef fyrirtæki renna saman í eitt fyrirtæki og þú ert með kannski einhver tvö legacy umhverfi sem að þú þarft að hafa yfirsýn yfir, það bara ekki sjálfgefið og að halda utan um það, en BigFix gerir þetta fyrir mig, allan að gera manni kleift að fylgjast með þessu með mjög auðveldum hætti og þá ekki bara hvaða hardware kennandi eða hvaða endapunktar heldur líka hvaða kennandi á þeim. Það annað sem gríðarlega mikilvægt. Þú getur skilgreint það innan BigFix hvaða leyfileg hugbúnaður má annaðhvort vera kennandi á vélum eða má notandinn setja upp á sína vélar. Það mikill kostur. En ef við förum núna aðeins yfir svona okkar reynslu, byrjum á að reifa það aðeins. Svo ég útskýri þetta graf, þá þetta í raun og veru bara dæmi af við erum að nota BigFix í okkur og okkar viðskiptavinum mörgum. Þá þetta bara dæmi frá kúnnuna, viðskiptavinni hjá okkur. Það sem að við innleiddum BigFix og það sem sjáið í byrjun á grafinu að þar BigFix ekki komið inn í umhverfi og svo leiðum við það komið inn, þá byrjum við að populata í raun og veru lausnina og fá í raun og veru inn yfirsýn yfir það hvað útstöðvar eru keyrandi í viðkomandi umhverfi. Og niðurstaðan í þessu dæmi var sú og þetta það sem við búin að sjá bara heilt yfir að plástrar, critical plástrar, öryggis í raun og veru plástrar á útstöðunum fóru úr því að vera að vantaði 4.000, tæplega 5.000 plástra niður í 245. Sem alveg gríðarlega góður árangur og þetta eitthvað sem við erum að sjá bara ef við leyfum mér að sletta svona óður á bord bara heilt yfir að BigFix bara einfaldlega að virka og við förum yfir í svona important plástra sem ekki eins alvarlegir og critical plástrarnir en þá þeir bara, við erum að sjá 10% af því sem við vorum með fyrir áður en lausnin var innleidd. Og það sem líka jákvætt við þetta allt saman að við erum með teymi innandyra sem hjá okkur, hjá Origo, sem bara í því að greina vandamál, finna lausnirnar á því og getur síðan verið að nýta það áfram. Þannig að við erum ekki að reka okkur á sama vegginn hjá fleirum einu kúnna. Við lærum af því sem við erum að gera hjá hverjum einum og getum því að vera að deila þeirri vitneskju yfir á fleiri. Þannig að knowledge base sem verður til hérna gríðarlega mikilvæg fjárfesting og mikið value í því. Ég tók nú saman bara svona eitthvað þessum svona management tólum sem að fyrirtæki heima getur verið að nota. Það örugglega 1 eða 2 tól þarna sem allir eru að nota og BigFix getur komið í staðinn fyrir mest allt af þessu og í raun og veru sparað heilmikið í ekki bara einfaldleika á rekstri eða sem þetta að einfalda reksturinn. Heldur líka getur við fækkað leyfum og öðru slíku sem að kemur náttúrulega til gríðarlega sparnaðar. Þetta helsta eins og ég búinn að fara yfir, rekstur og uppfærslar á kerfum og plástrun og öryggisuppfærslu sem að
í rauninu pússað út á útstöðuna því að kritískar öryggisuppfærslur eiga ekki að vera valkvæðar. Það er bara þannig. Ég þarf ekki að eyða orðum í það. Pökkun og hugbúnaði, sérstakar svona, ef maður er að kannski sértækar dreifingar á hugbúnaði, þá hægt að gera það miðlægt, þannig að þú þarft ekki að lenda í vesenu per útstöð, þú ert að gera það handvirkt, þannig að það líka annar gríðarlegur kostur og spara alveg hauga tíma á okkur reynslu. Dreifingu, eins og ég sagði, hugbúnaði og það sem að mér finnst líka að vera svolítið atriði þetta með uppsetningar á vélum og viðhalda image á þeim vélum sem þú ert að setja upp. Þú getur gert þetta í gegnum BigFix með svokallari PXA eða Pixie Boot leið sem að náttúrulega sparar heilmikinn tíma og hausverk. Svo það, nýjungur og tækifæri. Það sem að svona framtíðarmúsíkin segir okkur að sko okkar reynsla af BigFix að þetta bara virka einfaldlega það vel að við viljum bara nota þetta sem allra mest bara til þess að spara okkur tíma og kúnnanum okkar. Allt utanumhald, utanum útstöðar og þær vélar sem eru keyrandi í umhverfum okkar og okkar kúnna. Þetta hjálpar okkur að sofa á næturna með því að halda betur utan það bara hvað er keyrandi í umhverfum okkar kúnna og vera með puttan á púlsinn. Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Var þetta uppsetningar á vélum þá náttúrulega hefur þetta tækifæri til þess að spara alveg óheyrilegan tíma fyrir okkar tæknifólk og gefur okkur þá bara tíma til þess að einbeita okkur að öðrum mikilvægum hlutum. Og svo þetta með automation í rekstri. Við erum að reyna að automera eða sjálfvirknivæða eins mikið og við getum í því sem við erum að gera með BigFix-lausnina til þess að einmitt eins og ég segi spara tíma og hagræða bæði fyrir okkur og okkar kúnna. Og svona okkar reynsla, það er búið að eiga sér stað mikil fjárfesting í þessari lausn og hún hefur reynst gríðarlega vel. Það er reynsla komin á hana þannig að við erum óhrættir við að mæla með henni og það er líka mjög gott samstarfi í gangi hjá okkur og HCL varðandi það. Eins og staðan í dag erum við að reka einhverjar fleiri þúsundir endapunkta með lausninni og bara finnum ekki að hún sé að hún höndlar bara álagið mjög vel og það er ýmislegt í farvatninu við banna að snerta andlit í COVID-faraldrinum, bara brennum á því. Sem sagt, sko patching hlutin af BigFix núna orðin hluti af öryggishópnum, eða öryggislausnum sem að þeirra ástæði sem ég reifaði þetta fyrr sko, að patching bara gríðarlega mikilvægur hluti af því að reka öruggt umhverfi. Og það sem við erum að sjá með við sambærilegar lausnir sem við höfum verið að nota hérna í Origo að BigFix að skila okkur á svona pötsum og plástrum yfirleitt í kringum 98–99% hit rate sem að segja okkur að þessi lausn bara að virka í samanburði við eitthvað rúmlega 80% hit rate á sambærilegum lausnum. Og svo það spennandi hlutir með nýjan automation hóp sem undir öryggis- og skýjalausnum sem að snýra því að reyna sjálfvirknivæða eins og ég sagði áðan, flest allt sem viðkemur BigFix eða það er hægt ef þú þarft að gera það tvisvar þá það þessi virðið að sjálfvirknivæða. En já, svo það bara til þess að summera það upp að ég meina þessi lausn bara virðist vera að virka bara mjög vel hjá okkur og við erum bara klárlega að fara að fjárfesta meira í henni og halda áfram að betrumbæta hana fyrir okkur og okkar kúnna. Og svo það þá næstaklega á BigFix as a service bara við erum að líta á það að reyna bara í raun og veru að selja þetta sem bara þjónustu. Það er ekki þannig að þú þurfa að fara í gegnum þann hausverk að þjálfa þitt fólk á þessa lausn og kenna þeim með öllu því learning curve að kenna þeim á einhverja nýja lausn og við söfnum bara þekkingunni á eitt stað þannig að verður í raun og veru öllum okkar kúnnum og okkur sjálfum náttúrulega til hagsbóta.
þetta er lausn sem á ekkert síður við smærri umhverfi heldur en stærri og stór umhverfi. Getum verið með on-prem management í raun og veru nóðu eða þá bara í raun og veru tekið inn í okkar instans. Þannig að það þarf ekki að fæla fólk frá að það finnist að vera með of lítinn eða einfaldan rekstur. Þetta kemur til með að hjálpa á svo marga vega óháð stærð. Og svo það eins og ég segi bara rekstur á útstöðum og þjónum. Þessi þjónusta hjálpa til við þetta allt saman. Pökkun og dreifingu og hugbúnaði og viðhalda eins og ég sagði áðan, uppsendingu og mimitsum, uppsendingu á vélum. Og bara endilega ef þið hafa áhuga eða það er eitthvað í þessari kynningu sem er ekki nóg tæknilegt til þess að svala tækniþorsta ykkar, það bara endilega hafið samband við mig eða okkur hérna hjá Origo. Ég hef tengilega upplýsingar í lokin. En svona til þess að draga saman. Það er náttúrulega best þegar það kemur á öryggismálum að byggja á góðum grunni. Og góður grunnur er náttúrulega bara uppfærsluferlar og uppfærslumál á endapunktum í þínu umhverfi. Það er ekki bara það að uppfæra þínar útstöðvar eða þjóna reglulega, það er líka bara að hafa yfirsýn og utanumhald utan það hvað er keyrandi á þínum endapunktum og hversu margir hóstar eða endapunktar eru keyrandi í þínu umhverfi. Sérþekkingin sem verður til við í raun og veru þróun á okkar notkun á þessari lausn, hún safnast fyrir á einu stað, þannig að það verður til gríðarlegur þekkingagrunnur eða brunnur hjá okkur sem náttúrulega kemur sér vel fyrir okkur og okkar kúnna. Og það er síðan næsti punktur sem er að þú sem tæknimaður eða kerfisstjóri, þú færð bara meiri tíma í mikilvægari hluti ef það er verið að sjá þetta fyrir því. Það er ekki það að við tökum þetta alveg til okkar og þú færð ekki að vera með í lúpunni, það bara þeir að fá smá skilaboð frá tæknimönnum. Þið fáið þá bara tíma til þess að eyða orku í það sem er important en ekki urgent. Þeir sem hvað kallast Eisenhower matrixi verkefnastýringu. Við erum alltaf að vinna í hamsturhjólinu það sem er mikilvægt og urgent. Það sem er mikilvægt en ekki urgent, ekki aðkallandi, þessi gæða vinna, það bara er til meiri tími til þess að eyða í þá hluti. Eins og ég sagði áðan, þetta hentar alveg vel fyrir stærri og smærri fyrirtæki, hvort sem er að umræða on-prem lausni eða bara að koma inn í okkar instans. Það er bara eitthvað sem er ekkert mál að ræða og sveiginlegir í þeim efnum. Var þetta verðið? Já, ég var að fá spurningu verð á lausninni. Það er náttúrulega háð ákveðnum breytum, stærðumhverfis og annað, þannig að við getum í raun og veru ekki gefið upp eitthvað eitt ákveðið fast mánaðarverð. En ef þið á áhuga, ekki hika við að heyra í mér, bergsteinn.k@origo.is eða senda okkur lína á sala@origo.is. Ég er alltaf til í að heyra í ykkur og bara mjög spenntur fyrir að fá spurningar út í lausnina og svona fá að vita bara í raun og veru hvaða vandamál þið eru að díla við og haldið að kannski að lausnin okkar, BigFix lausnin geti leyst að ég er ekki í neinum vafa að við getum átt samtal það. En annars þá bara held ég að það sé bara komið frá mér. Endilega hendið inn spurningum og ég reyna að svara þeim bara eftir fyrirlesturinn og í góðu tómi og ef það eru einhverjar spurningar eins og ég segi bara sendi þér annarkvort í gegnum kommentin eða bara á mig eða sala@origo.is. Annars bara þakka kærlega fyrir mig og óska öllum gleðilegs sumars. Það er komið sumar, sól í hjarta. Og já, bara takk fyrir að hlusta.